Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kostakjör. Það við hæfi að vera innan alla söngvarana hér í hljómahöllinni þegar við kynnum inn næsta innslag þáttarins. En það ungur sandgerningur sem hefur sungið sig inn í hjörtu suðunum sem hann á undanförnum árum. Júlíus Viggo Ólafsson heitir kappinn. Við fórum á söngskemmtun með honum með eldri borgurum í Reykjanesbæ. Það gefur á bátinn við Grænland og gustar sigluna kalt. En togara sjómanni tamast það að tala sem minnst það allt. En fugli sem flýgur í austur fyllt yfir hafið með þrá og vestfiskur jökull sem heilsar við horn í hilling með sólroðna brá. Segir velkomin heim, þau verma hinn þögulu orð. Jæja, strákur. Hvenær byrjaði þú að syngja? Ég held að hafi verið fyrir svona 7 árum, eða ekki? Byrjaði fyrir svona 7 árum og þá var það bara með pappa. Það hobbitast? Já, svona nokkurn veginn að hobbitast með honum. Þannig að þetta svona í blóðinu hjá honum? Já, hann var byrjaður að syngja og tralla bara áður en að byrja að labba. Þannig að þetta hefur alltaf legið fyrir honum einhvern veginn að vera í tónlist og gera eitthvað í tónlist. Þannig að þetta var skrifaði stjórnundar fyrir strákinn að vera að syngja og gera eitthvað, svoleiðis. Var það út af þér af því að þú varst alls þar að spila og syngja? Örugglega hefði það hjálpað til við, en þegar mammas var ófrísk að honum þá vorum við rosalega duglega að fara á tónleika og vera innan tónlist og í tónlist, þannig að hann hefur verið innan tóna og tónlist alla tíð, alveg frá því áður hann fæddist, þannig að kannski skipti það máli líka. En hvað, ertu búin að læra eitthvað í söng? Þegar ég var yngri þá var ég einhverjar nokkrar vikur að læra söng, það ekki? Jú, en svo hætti ég því. Fannst það ekki bara vera svona efni sem mér fannst gaman að syngja, þetta voru alveg mikið svona gömul dægurlög og aðalega þá hef ég bara verið að læra að syngja með því að koma fram með pappa og það hjálpar voðalega mikið að fá svona alvörunni fólk til að koma fram fyrir. Og lifandi undirspil, ekkert eitthvað eftir einhverju svokölluðu playbacki eða neitt svoleiðis? Þarna það mjög gott að hafa lifandi undirspil, það gefur meira svona líf í bara atriða þegar við komum fram og þá líka hægt að breyta tóntegund eftir hvernig mér finnst best, þannig að ég sé ekki að vera að remba mig út af því að lagið sem ég vil syngja í einhver annarri tóntegund en ég get verið í. En hvað með tækni í söng og svona, lærist þetta bara þegar maður fer að syngja? Já, þetta eins og ég sagði, bara með því að koma fram. Þá hef ég lært fullt og pabbi hefur verið duglegur að benda mér á hluti og hvernig ég á að opna hálsinn og ná hærri tónum. Nú Magga í Sagga, situr ein í bragga, á ekki fyrir olíu alveg staur. Þess kom Bretinn rjóður, yndislega góður, þá bjó. En segðu mér annað, varðandi texta og svona, kanntu öll þessi lög? Núna ertu að spila mikið af svona íslenskum, sjómannalögum og svona gömlum, hvað köllum við þetta, ættjarðar lög? Kanntu þetta allt saman? Ég sem sagt pabbi á Hobbitamöppuna og ég á til stundum að fara í gegnum hana til að finna svona eldri lög og síðan bara mér dottið eitthvað lag í hug sem við æfum síðan og það getur svo bara verið fast lengi í prógramminu. Þú ert að koma mikið fram? Það fer eiginlega svona
af og til, stundum er ég ekkert að koma fram í mánuð og svo kemur kannski eitthvað tími þar sem ég er að koma fram aftur og aftur og aftur. Ertu ánægður með þessu frægu, ertu fann að fá penning fyrir þetta? Það er ekki beint að tala um það eða nokkuð. Óli, þetta lítur nú að vera skemmtilegt fyrir því? Já, þetta er mjög gaman sko og það er svolítið gaman að sé fyrir það hvernig þetta hefur breyst frá því að hann var lítill strákur og við vorum að byrja og fólk vissi hann gat sungið og hann beðið að koma að syngja einhvers staðar og pappa valdi lögin og pappa stjórnaði æfingunum yfir það í dag að þá velur hann lögin og hann segi nei pabbi þessi tóntegund er ekki nógu góð og það þarf að spila þetta öðruvísi og svona þannig að hann er orðinn bara sinn eigin maður í þessu núna sko. Ég er alveg hættur að stjórna þessu skipi sko. Þannig að velja sjálfur lög og svona? Já, alveg og er alltaf með einhver lög sko sem að sendir á mig lög og ég þarf að fara heim og æfa mig og aðtöku hvort ég náði þeim ekki örugglega og kunni þau og svona þannig að og það er alltaf eitthvað svoleiðis í vinnslu. Hvað hafið þið mikið verið að koma fram? Bara svona eins og hérna núna hjá öldruðum í Reykjanesbæ, eru þið í skólum eða hjá félögum? Hann hefur verið beðinn að koma fram í skemmtukvöldum hjá félögum hér hjá Eldriborgum hérna á Nesvöllum, var mjög gaman þegar að söng fyrir afa sinn og fólki sem bjó með honum á Hlévangi í fyrra og svo svona já, hádegisdögum hérna það sem að fólk kemur saman, þá er oft hringt í strákinn til þess að biðja hann að koma fram. Þá spyr maður, sér þetta fyrir þið sem framtíðarstarf? Það fer bara allt eftir hvernig það þróast en ég sé þetta allavega fyrir mér sem áhugamál og eitthvað sem ég geri allavega á hliðinni allavega eitthvað tíma. En er þetta ekki að taka tíma frá náminu? Nei, reyndar ekki. Þetta er aðalega bara æfingar þegar ég hef tíma og það er bara að virka voðalega vel núna. Ég er að ná öllu sem ég er að gera bara vel. En hvernig er svona í lokin viðbröðin hjá fólki svona, hvernig hafa þau verið? Ég er búin að vera að fá mjög góð viðbröð og það er búið að vera mjög gaman að koma fram og það hefur voðalega mikið stuðningur og bara og gaman að sjá að fólk er að hafa gaman að því að leyfa mér að koma til þeirra og vera að syngja fyrir þau. Segðu mér aðeins frá þessu fagi, veiðarfæragerð. Hvað eru þið nákvæmlega að gera hérna? Við erum að setja upp veiðarfæri, hanna þau, teikna og viðhalda þeim, gera við og allt sem að fylgir þessu. Þjónustar bara flotan með öllum veiðarfærum, það er allt frá bara minnstu krókum upp í stóru flótrólinn, og allt þar að milli sig, það er landið og miðin. Segðu mér aðeins frá starfsmannamálum, mér skilst að meðalaldurinn hérna hjá ykkur sé nú svolítið hár. Já, meðalaldur í greininni er að hækka og er orðin of hár. Við tókum saman í fagráði Netagerðar, tókum saman meðalaldur starfsmanna. Það tókum saman 2012, þá var meðalaldurinn 52 ár. Og það er nú komin hátt í 3 ár síðan, þannig að ég reikna með að við sem koni í 54 ár. Og endurnýjun er mjög lítill. Hvað skýrir það? Það er kannski áhersla í menntamálum. Iðnnámið hefur því miður verið á leið út á kostnað bóknáms. Og það hefur alltaf þótt fínt að fara í viðskiptafræðina og þjána mikla peninga. Og því miður þá sitjum við bara eftir og þetta á bara held ég almennt við iðnnámið. En nú er þetta kannski, er þetta ekki bara nokkuð þægileg innivinna? Jú, þetta er alveg ágætisvinna. Vissulega náttúrulega tökum við tarnir úti í vírasplæsum og tilheyrandi en mikið til inni og vegstæðan orðin ágætlega útbúin þannig að þetta er vinna sem hentar öllum, bæði konum og körlum. Er þetta mikil handavinna? Já, þetta er mikil handavinna og má segja að tækni nýjungar í sjálfu vinnu sé ekkert mjög mikil þegar þetta er á höndum. Við höfum fengið svona hjálpartæki eins og víramælingavélar, uppringara og við erum hérna vel útbúni, við erum með vél sem að setur í nálar fyrir okkur. Þannig að en þetta er mikil prjónavinna. Hvernig er svona venjulegur vinnudagur hjá okkur? Við tökum daginn snemma, við erum byrjar að vinna kl. 7 og svona þegar ekki eru tarnir þá erum við bara til 3:30, klípum bara af tímum og höfum þetta svona bara fjölskylduvænt, þrátt fyrir að við sem orðin þetta gamli kallanir. Hvað eru það að fást við þessa dagana? Núna erum við, þeir eru búin að vera inni hérna 2 togarar, reyndar og brimtogarinn líka reyndar og Þorbjarnartogarinn, þannig að við höfum verið að afgreiða þá og setja í þá. Núna erum við að fara yfir makríltroll fyrir væntanlega makrílvertíð, gera þau í stand, þannig að allt sé klárt þegar þar að kemur.
Þannig að verkefnin hérna innanhús eru fjölbreytt. Já, það er mjög fjölbreytt og svo erum við meira að segja með því að erum við að setja upp línu með líka, þannig að það er eiginlega allt eins og ég segi, frá krókum upp í stærstu veiðarfæri. Og þið eru að þróa veiðarfæri? Já, ég var, og við höfum verið núna að segja mikið að velta fyrir okkur pókum í botnfiskstrollarana og það er ekki það, við erum svo sem ekkert kannski leiðandi þar en við erum að vinna með mönnum í því að toga pókana á leysanum í staðinn fyrir á netinu og fá svona betri, þegar þetta skiptir líka máli, það eru gæði fisksins. Og það er auðvitað það sem við erum að hugsa að fiskurinn í póka, að hann komi sem ferskastur og heilast út, sem minnst marinn. Hvernig stöndum við svona bara ef við horfum yfir heiminn, hvar eru við? Framarlega á merinni? Við höldum alltaf að við séum fremstir og bestir, en við þurfum aðeins að horfa í kringum okkur. Og ég held að sé alveg saman hvert við förum, hvað við skoðum og við erum alltaf að læra eitthvað nýtt. Og það er þar sem við eigum að einblína á, skoða hvað er kringum okkur og sjálfsögðu gefa meiri tíma og peninga í þróunarmál. Þar er oft svona, bæði vantar okkur, við höfum verið að fara í tanka í Hirtshals í Danmörku og það er annar tankur í St. John's á Nýfundnalandi og það er dýrt að fara í þessa tanka en þetta er bara hlutur sem við verðum að gera til að þróa. Við erum að vísu í samstarfi hérna með Fisktækniskólanum og þar höfum við afnotað litlum tank sem við getum oft byrjað að skoða hluti og það hjálpar okkur mjög mikið. En auðvitað er alltaf betra að hafa betri tæki til að skoða og rannsaka. Það er betra að skoða þetta í raunveruleikunum heldur en að vera að vinna með ykkur tölvumódel. Já. Og myndavélar, myndavélar er nú mikil þróun í þeim og annað og orðið svona léttara að komast í þar og þar sérðu strax ef eitthvað er öðruvísi en það á að vera. En náttúrulega mælitækinu borðið skipanum líka. Þar eru menn fljótir að átta sig á hlutum ef að hlutum er ekki eins og að virka eins og þeir eiga að ætla sér til. Það er þannig. Þegar ég heimsótti á sjávarútvegssýninguna hérna fyrir einhverjum mánuði síðan, þá sagðirðu mig frá því að þið eru svolítið að selja til útlanda og jafnvel bara yfir halvan hnöttinn. Já, það sem betur fyrir þá fáum við alltaf verkefni og það fóru núna í sumar og haust hjá okkur fóru 3 troll til Maine í Bandaríkjunum. Það var vissu voru troll svona að minnigerðinni en samt þetta eru kúnar sem við kynntust 2006, 5 og 6 og þeir eru ennþá að kaupa og versla við okkur og síðan vorum við að sendum við troll til smokkfiskveiða sem voru þau fóru reynda niður til Úrúgvæ og þau eru náttúrulega veiða við suðurskautið í smokkfiskunum þar eða svona nær suðuróta Ameríku og á því svæði. Þú sagðir þið eru í samstarfi við Fisktækniskólann. Er hann að skaffa ykkur eitthvað hérna að nýju fólki? Það kannski stendur svolítið á okkur líka. Því að við erum, þegar menn komast inn í greinina, að þá eru menn fastheldnir og ég hef sem betur fyrir... Það er ekki mikið starfsmannavelta? Nei, starfsmannaveltan er ákaflega lítil. En eins og ég segið, það eru menn að koma á aldur og það er að koma tíma á endurnýjun og nú þurfum við að fara að leita að ungum mönnum sem eru tilbúnir að taka þetta að sér og leysa okkur af hólmi þegar það er að kemur. Er þá annars hætta á að þetta fari til Kína? Því miður. Það er samt, kannski stærri veiðarfærin eiga kannski hætta að fara þangað en ég held samt ekki því að menn vilja fá þjónustu líka og það er ekkert nóg að kaupa bara veiðarfæri. Þú þarft að fá þjónustu við veiðarfæri líka. Þannig að þar leiðandi þá getum við sem betur verið haldið þess að mestu hérna innanlands. En við þurfum líka að vera vel á verði, gagnvart því sem er að ske og gagnvart þeim samkeppnisaðilum sem eru að laumast á bakvið okkur. Já, þú ert að bjóða hérna margt smátt og stórt bara í veiðarfærum. Já, það verður að taka þátt í öllu. Það eru mólar eru brauð eins og þið sögðu einhvers staðar. Þannig að við verðum bara að taka þátt í því líka og taka það sem að kjafti kemur. Ertu aðalega þjónusta báta sem koma inn til Grindavíkur eða er það að fara eitthvað hérna landið? Nei, það er bátar hér víða nánast allt land. Það höfum verið að þjónusta það alveg hiklaust. Þannig að við erum ekki bara að horfa á einhvern lokal markað hérna, við horfum út fyrir það. Er einhverja árstíðasveiflur í þessu? Svona á seinna árum er þetta orðið mun jafnara. Þetta var í gamla daga þegar menn voru á vertíðum. Þá var þetta netavertíð og vertíð svona frá byrjun janúar og fram í maí.
En núna er þetta nánast jafnara allt árið. Þannig að þetta er svona orðið svolítið öðruvísi. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is. Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Einn elsti leikskóli á Suðurnesjum, Holt í Innri Njarðvík, fagnar 30 ára starfsafmæli þessar mundir. Við kíktum í heimsókn. Leikskólinn Holt í Reykjanesbæ er 30 ára þessar mundir og Kristín, þú ætlar að segja okkur aðeins svolítið frá leikskólastarfinu. Já, skólinn okkar er 30 ára þessar mundir og mér langar til að segja ykkur kannski aðeins frá sögu skólans. Að það var byrjað að byggja skólan árið 1978 og það voru konur í systrafélagi Innri Njarðvíkurkirkju sem að byrjuðu bygginguna ásamt sínum fjölskyldum og eiginmönnum og allir byggðu húsið saman og þegar það var tilbúið undir tréverk eða fókelt að það gáfuðu Njarðvíkurbæ húsa í gjöf til þess að klára það og setja á stofn leikskóla. En árið 1985 var síðan settur að stofn leikskóli hér í þessu hús og litli fætur fór að trítla húsið. Þetta er svolítið skemmtileg saga í anda þess sem við störfum. Við störfum í anda Reggio Emilia og í Reggio Emilia eru 3 aðilar sem skipta máli og það er umhverfið, kennarinn og barnið. Það er sem sagt 3 kennarar. Og þeir segja í Reggio það þurfi heilt þorp til að ala upp barn og mér sagan segja svolítið að það var heilt þorp sem að byggði þennan skóla og fann skipta máli að börnin fengi leikskóla á svæðinu sínu. Þetta er svolítið skemmtilega að segja. Og umhverfið hérna, þið njótið svolítið góðs af því að hérna er gott umhverfið til þess að nýta. Já, umhverfið er yndislegt. Við höfum hérna móan í göngufæri, við höfum tjarnirna hér fyrir neðan, við höfum fjöruna og svo höfum við útinámssvæði sem við höfum byggt upp ásamt Akurskóla og leikskólanum Akri sem er hérna í Narfakotsseilunni og svo uppbygging var gerð á mjög skemmtilegan hátt þar sem að börnin lögðu grunninn af því hvernig við vildum byggja þetta. Við fórum sem sagt í undirbúningsvinnu með börnunum þar sem þau komu með hugmyndir, hvað væri það sem við vildum hafa í útinámssvæðin okkar og fórum síðan í samstarf með arkitekt og öllu samfélagin okkar, foreldrar koma að þessari vinnu, þannig að þetta er mjög skemmtileg hvernig bygging útinámssvæðisins er og við förum mikið þarna niður í Narfakotsseiluna og erum að leika okkur og uppgötva og læra nýja hluti og mjög gaman að fara með börnin þar og þau geta gleymt sér tímunum saman. Og þið verðið mikið við en að sköpuna kraft í börnunum í þessu umhverfi? Já, þegar þau eru komin út í móan eins og við munum þegar við vorum lítil að þegar við vorum komin í móan þá fórum við í búleik og glemdum öllu öðru. Ímyndunarafli fór á fleygiferð og það er nákvæmlega það sem gerist hjá börnunum. Ímyndunarafli fer á fleygiferð, þau eru að skoða lífbreytileikan og þar hvernig lífið breytist í móanum í vatninu og þau voru núna í dag þá voru þau að veiða hvali. Það er ýmislega skemmtilega sem kemur þarna upp og margir eru hræddir það að hvalir séu í útrýmingarhættu á þessu svæði. Og svo er líka gaman að líka að sé að það þurfa hákarla þarna. Það er líka skemmtilega. Hefurðu séð hákarlana? Nei, ég er búin að veiða svo mikið í hákarlana. Já, marga? Já, marga. Einu sinni ég var að labba þarna fyrir.
þá var ég að veiða. En Marna Bent, manstu? Hvernig var þessi hákarl á litinn? Blár. Nei, hann var hvítur. Hvítur. Var hann með stóra tennur eða var hann kannski bara með gerfitennur? Ég fann ekki tennurnar. Nú? Hann var ekki með neinar. Hann missti það í sjóninn. Missti það hann í sjóun? Og svo líka leggjið þið áherslu á það að leikföngin hérna innanhús eitthvað sem hægt að nýta bara af heimilunum og því sem kringum okkur. Já, stefnan sem við höfum tekið hér í þessum skóla, það að vinna mikið með endurvinnanlegan efnivið, endurnýtanlegan, og þá erum við gjarnan að fá það sem að aðrir að leggja frá sér og þurfi ekki að nýta meira eða eitthvað sem við getum gefið nýtt líf, eins og alls konar kubba, pappakassa, alls konar undan því sem við notum í eldhúsinu. Þannig að það margt sem við nýtum hér til þess að vinna með áfram í leikskólanum. Og þetta eitthvað sem við þurfum að hugleiða í þessum heimi að nýta sem best alla hluti og ekki alltaf vera að kaupa nýja, heldur við getum gefið hlutunum nýtt líf. Og það gerst í listasmiðun okkar líka. Þarna komið svolítið líka inn á þáttöku foreldra. Foreldrarnir hafa verið duglegir að koma með efnivið til að nota. Já, við leggjum áherslu á það þegar börnin byrja hjá okkur og við viljum gjarnan að foreldrar komi með til okkar þar sem það ekki nýtist hjá þeim heima og við getum nýtt það í listasmiðunni, í myndlistastarfinu eða í búðin okkar sem að krakkarnir hafa verið að búa til hérna eða í kubbum, þannig að það ýmislegt sem að hægt að gera við svona endurnýtanlega efnivið og við viljum gjarnan fá allt samfélagið með okkur í lið. Við höfum sett að stað efnisveitu sem að staðsett í rammahúsinu hér á Fitjum og þar tökum við á móti efnivið sem að fólk þarf ekki að nýta eins og fyrirtækin hér á svæðinu og algjörlega frábært að við fáum sem allra mest af því að allir skólar geta leitað þangað og náð sér í efnivið og sem nýtist mjög vel skólum. Og foreldrarnir hafa oft orðið mjög áhugasamir það sem þeir að gera þetta, þeir að koma með börnin eða hvað? Já, eins og til dæmis í búðinni sem við sjáum þá var einn faðir sem sá búðina þegar hún var nýbúið að sitta hann að stað og hann fannst þetta svo spennandi verkefni. Hann vippaði sig bara úr skónum og inn og fór að versla hjá börnunum og léti hafa kortið sitt og hann sagði að hann hefði verið búið að féflettan þegar hann fór út. Hann var búin að versla svo mikið. Foreldrum frjálst að koma og staldra við og kynna starfinu hérna á staðnum. Já, við viljum gjarnan fá foreldra sem allra mest inn í starfið okkar og finnst alltaf gaman að fá foreldra í heimsókn og til skrafs og ráðagerða og segja okkur hvað þeim finnst leikskólastarfið og bara spjall umhverfið okkar og lífið í skólanum. Það er mjög skemmtilegt og við viljum gjarnan að foreldrar taki sem mestan þátt. Leðu við þökkum fyrir áhrifið minnum við á aðra fríska miðla Víkurfrétta, vikulegt fréttablað, vff.is en það er Víkurfréttavefurinn með fréttir alla daga og fyrir kylfingana kylfingur.is. Þar er einnig sjónvarpsframleiðsla í gangi. Við minnum á að það er hægt að sjá eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta á YouTube rásinni undir sjónvarp Víkurfrétta. Eigið góða stundir, verið sæl. Þar getur þú prófa að hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum. Ég vil að þú